partur af þessu perradæmi. Hvað, Perrakata 4? Það opna nýtt datastofa, Perragötu 4. Perrast í þér eða? Ég man og þú sagði mér ekkert eitthvað sem ég var stókslega fyndið eitthvað. Kynferðisofbeldi í tattúbransanum. Shit. Bara stíðan það. Nei, Sko. ég bara meina kannski skilur, þú veist, hefur lent í bara eitthvað svona, gæjar eru eitthvað svona reyna við það, óviðeigandi eða eitthvað. Já. Alveg rosalega mikið. Sérstaklega, kannski ekki í dag þegar maður er komið svona, þú veist, á aldur. En og ég náttúrulega líka bara er orðin frekar sjóuð í að þekkja öll merki. Þannig að ég set mig ekki í aðstæður sem að ég finn að innsæði mitt að segja bara nei. Nei. En áður, sérstaklega þegar ég var að vinna á Hverfisgötu, þá var rosalega mikið af perraköllum að koma. Já. Sko, ég hef blótt pælt í þessu, eða þú veist, pælt í þessu og ekki pælt í þessu. Eða þú veist, ég náttúrulega kallmaður og hefur alltaf verið það, allavega sem ég man eftir, sko. Og þú veist, líka bara, ef maður hugsaður þetta svona, ég var ekkert að pæla í þessu að ef ég er að vinna kvöldi til, skilur mig, og bara er að flúra einhvern gæja eða eitthvað, bara allir, ég er bara einn á stofunni eða eitthvað, sem kemur alveg fyrir, mér finnst það ekkert óþægilegt, sko. Nei. En ég fór ekkert að pæla í, ætla að ég get ekki verið óþægilegt, að þú ert með eitthvað gæja sem er kannski smá óþægilegur eða eitthvað, að vera kona og vera alltaf bara einhver staðar kvöldi til, Það var einmitt alveg atvik sem ég lendi í, sem ég fer ekki nánar út í, en eftir það atvik að þá saði ég við Svan einhvern tímann að ég gæti ekki unnið lengur einn. Já, ég er að segja það. Ég þarf aldrei að pæla í þessu, skilju, ég hef aldrei lent í svona. Og ef að þau voru í fríi og ég vissi að þú veist ég þyrfti að vinna og eitthvað svona, þá bókaði ég bara konur á mig. Já. Maður að passa sig. Já, þetta er líka bara, þú veist, þó svo þetta sé kannski ekki endilega alltaf að sé verið að reyna að gáfa manni og eitthvað svona. Bara svona óþægindin að sitja undir, þú veist, bónirum og eitthvað svona, þú veist, þess að maður kannski flúra magan á gaurum og þeir eru bara... Ég ætla að þú voru að spyrja þetta, þú veist, maður þekkir að maður er að flúra og maður kannski eins og segja, búið að gera maga, bringu, maður er eitthvað svona færast til og maður er alveg lendið, maður setur orðið olbúan, skilur, bara í punginu okkur með eitthvað, skilur. Ég var pælt í, ef þú ert kona, skilur, ertu bara orðið með olbúan og það bara, Skaurar voru bara viljandi að fá sér svona flúr rétt fyrir ofan, svona á lífbeinið. Og svo voru þeir bara meðan beinstífan allan tíman bara að horfa á mig, þú veist, og enda með ég bara hætti að taka þetta af mér, ég bara, þú veist. Svo ég er meðast að samt fyndi. Já, einhvern tíman þá var ég búin að taka fyrir þetta og ætlaði eitthvað að bóka hjá mér og hann vildi á þennan stað. Ég sagði bara því miður, ég tek ekki af mig þennan stað lengur, þú veist, en ég mæli með þessum og þessum. Og bara, ég ætla að breyta staðsetningu. Svo mætti hann í flúrið og var bara eitthvað, já, svo ætlaði að fara hérna og ég bara, herði, við vorum búin að eiga þessu hvað samræður? Svanur getur snert bónur. Þetta bara, og svo einmitt, þá lenti ég þessu aftur, því hann bakkaði ekki. Þú veist, þetta var bara major gaslýsing, þess að samræður hefði aldrei átt sér stað, sko.